Háttvirtur 7. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis norður, Björt Ólafsdóttir, tekur til máls og beinir fyrirspurn til hæstv. forsætisráðherra. Virðulegi forseti. Samkvæmt frumvarpi til fjárlaga 2016 að þá kemur þar fram að veiðigjaldið samkvæmt áætlun hjá fjármálaráðuneytinu sett í 5.322 krónur á þessu ári. Og ég vil spyrja hæstv. forsætisráðherra hvernig standi á því að þetta gjald sé í sögulegu lágmarki samkvæmt áætlun fjármálaráðuneytisins þegar, eins og hann veit mætavel, að sjávarútvegurinn í blússandi uppsiglingu. Hagnaður sjávarútvegsfyrirtækja var 43 milljarðar í fyrra. Fyrirtækin greiddu sjálfum sér 13,5 milljón króna í arð í fyrra. Þá eðlilegt að arðurinn til þjóðarinnar sé í raun 0 krónur? Því að, eins og við vitum, að þá fer heilmikið frá ríkinu í sjávarútveginn sjálfan. Við rekum hér sem betur fer góða og styrka stoð utan sjávarútveginn sem kostar auðvitað sitt. Það eru stofnanir eins og Hafrannsóknastofnun sem stuðla að sjálfbærum veiðum. Það er að einhverju leyti Landhelgisgæslan sem sér björgun og leit á hafúti. Það er Fiskistofa. Það er Samgöngustofa að einhverju leyti, sjávarútvegsráðuneytið að einhverju leyti auðvitað. Eðlilegt að gjöldin þegar svona vel gengur fari bara í sjávarútveginn sjálfan og þjóðin fái 0 krónur í sinn vasa? Máls tekur hæstv. forsætisráðherra Sigmundur Davíð Gunnlaugsson. Virðulegur forseti, þetta voru vægast sagt hæpnir útreikningar sem hv. þingmaður kynnti hér. Þetta er það sem að í tíð Reagans Bandaríkjaforseta voru kölluð vúdú-hagfræði eða vúdú-tölfræði. Að fá það út að sjávarútvegur á Íslandi skili 0 krónum vegna þess að við þurfum að reka hér ráðuneyti og gæta fiskimiðana og landhelginnar, vera með Hafrannsóknastofnun til að stunda sjálfbærar veiðar. Virðulegur forseti, fyrst varðandi spurninguna veiðigjaldið og hvernig það er áætlað, þá tekur þetta bara mið af þeim forsendum sem mun gera ráð fyrir að verði á mörkuðum og hjá þessari grein almennt á komandi ári. Það er mjög erfitt að áætla slíkt af nokkurri nákvæmni, en það er nú þannig með marga hluti að menn þurfa alltaf að gefa sér einhverjar forsendur og áætla út frá þeim. Og sú áætlun gefur til kynna að eins og undanfarin ár muni íslenskur sjávarútvegur skila verulegu fjármagni beint í formi veiðigjalda til ríkisins, en það til viðbótar, virðulegur forseti, og þessu virðist hv. þingmaður algjörlega gleyma, skilar sjávarútvegurinn milljörðum á milljarðatugi ofan með óbeinum hætti til samfélagsins í formi fjárfestingar, launa, alls slags umsvifa, bæði sjávarútvegsfyrirtækjanna sjálfra og þeirra fyrirtækja sem að á einn eða annan hátt tengjast sjávarútveginum, og þau eru býsna mörg, virðulegur forseti. Þar hefur verið mikill vöxtur og fjárfesting, sköpun nýrra hátæknistarfa á undanförnum árum, þannig að sjávarútvegurinn á Íslandi er á margan hátt að skila samfélaginu gríðarlegum verðmætum. Það er ólíkt því sem að aðrar þjóðir í Evrópu og raunar flestar þjóðir heims, allar þjóðir OECD, sem við nefnum dæmi, búa við. Í öllum OECD-ríkjunum er sjávarútvegur ríkisstyrktur. Ríkið þarf að styðja við sjávarútveginn. Meira að segja í Noregi greiðir ríkið 20.000 krónur íslenskar, eða sem því nemur, með hverju lönduðu tonni. Á meðan á Íslandi er hér rekinn sjálfbær sjávarútvegur í sátt við náttúruna sem að skilar samfélaginu tekjum á ýmsan hátt. Til máls tekur hv. 7. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis norður, Björt Ólafsdóttir. Já, virðulegi forseti, ég verð að vísa öllu tali vúdú-hagfræði eða vúdú-útreikninga bara beinustu leið til föðurhúsanna. Þetta vúdú-meistarans. Þetta beinlínis í frumvarpinu
frá hæstvirtum fjármálaráðherra, frá þér, kallinn minn, og þannig að þetta fjármálaráðuneytið hefur bestu upplýsingar þessa stöðu hverju sinni. Nú getur verið að reikningurinn verði einhvern veginn öðruvísi þegar árið á enda, en þá vil ég benda á að 2013 til dæmis og 2014 stóðust áætlanir eins og komið fram í frumvarpunum þá árin áður. Þannig að við munum sjá hvernig það fer. Sem sagt, ráðherra hér, hæstvirtur, að segja það sé í lagi, að það sé ásættanlegt að ríkiskassinn svona nokkurn veginn kom út af sléttu, út af því að við séum ekki að ríkisstyrkja sjávarútveginn, að þá séum við bara svona góð að halda sjó í því. Það í lagi þegar sjávarútvegurinn skilar sjálfur sér 13,5 milljörðum króna í arð? Forseti vill biðja hv. þingmenn að virða og tileinka sér þau ávarpsorð sem að við hæfi eru og eru reglur hér í þinginu. Til máls tekur hæstv. Forsætisráðherra Sigmundur Davíð Gunnlaugsson. Virðulegur forseti, ég verð bara að ítreka það sem ég sagði hér áðan, að þetta algjörlega fráleit framsetning að halda því fram að sjávarútvegur skili engu til samfélagsins og líta fram hjá allri þeirri fjárfestingu sem á sér stað í greininni, öllum þeim tekjum í formi tekna af hagnaði fyrirtækja, í formi tekna af launum, í formi tekna af virðisaukaskatti og svo framvegis, í formi útflutningsverðmæta, í formi veiðigjalda. Virðulegur forseti, maður veit ekki hvernig maður á að svara svona vitleysis fyrirspurn, en ég vísa þó hér til þess að leiðrétta virðulegan þingmann í fjárlagafrumvarp ársins 2016 sem stendur á síðu 15, veiðigjöld fyrir veiðiheimildir á greiðslugrunni 9.430.000.000.